Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það komið að síðasta viðmælda kvöldsins og hann nú svolítið langt frá okkur í augnablikinu. Það hann Elvar Már Friðriksson sem að spila út í Bandaríkjunum í körfubolta. Komdu blessaður og sæll hefðingi? Jú, blessaður og sæll. Hvernig hefur það? Ég hef bara nokkuð gott. Já, herðu, við kannski svona áður við förum inn í tímabili hjá þér, kannski hlustendur viti hver þú ert. Þú ert það ekki á Suðurnesjunum? Ég úr Njarðvíkunum. Já. Ég sé úr Njarðvík heldur en Reykjanesbær. Nei, Njarðvík náttúrulega sér. Njarðvík sér. Já. Þetta fyrir sig. Já. Þannig að þú ert með inn í þér svona gamla góða rígin, körfuboltarígin. Hvað betra Njarðvík, Grindavík eða Keflavík? Já, það alltaf hann á Suðurnesjunum og ég mikill Njarðvíkingur. Já, nákvæmlega. Kannski, já, þú ert orðin 22 eða það ekki? Jú. Já, og já, hverju voru bestir á upp flokkana þarna? Var það Grindavík, Njarðvík eða Keflavík? Í mínum aldri? Já. Það voru yfirleitt við og svo við vorum yfirleitt að berjast við KR titlana. Já. Og þannig að þú hefur verið að keppa þarna við þá erkiandstæðingurinn þinn. Það hefur verið þá Martin Hermansson sem þú fórst út með í fyrra. Já, við höfum verið að berjast titla bara síðan við vorum 10 ára gamlir. Þannig hefur verið minn erkiandstæðingur síðan þá. Já. Og þið náðu loksins að vera liðsfélagar í fyrra, þið farið út eða ekki í háskóla körfuboltan á sama tíma? Jú, við vorum með í 1 ár en svo ákvað ég yfirgefa hann og það var mjög erfitt að yfirgefa besta vin sinn en ég var ekki alveg að finna mig á þeim stað og ákvað að finna nýja vettvang fyrir mig. Já, þú fórst með honum þarna að segja til Brooklyn og já, með hverjum ert að spila í dag? Eða hvar ertu í Bandaríkjunum? Já, nú spila ég með Barry University sem stað í Miami, norður Miami. Þannig að þú ert bara í sólinni? Já, það er svona búið að vera aðeins meiri sól en maður vanur, þannig að það er mjög fínt. En hvernig hefur svona tímabili gengið hjá þér núna að öðru tímabili? Tímabili, persónulega hafa verið gengið fínt bara og ég búin að vera svolítið öðruvísi róli en ég vanur að vera. Ég hef yfirleitt verið mikill skorari en nú ég meiri sendingamaður og að finna leysulega mína. En við erum búin að slá besta árangur í sögu skólans þannig að það er búið að ganga mjög fínt í vetur og við erum núna komnir í 16. úrslit í landinu sem við spilum á morgun að komast í 8. úrslitin sem var haldin í Texas. Já. Og já, þú varst þarna, fórst fyrir liðið þínu, var það ekki bara núna helgina sem þið náðu að tryggja ykkur inn í 16. úrslitin? Jú, það var einmitt í gær sem við tryggðum okkur inn í þau. En hver verða andstæðingar ykkar núna í 16. úrslitin? Þið eru að spila það ekki á morgun eða? Jú, það er á morgun að við Alabama Huntsville, þeir halda þetta mót, ég er stattur núna í Alabama. Það er okkur sveitabæði hérna. Það var fyrir öllu. Já, þú ekki skellti bara á kúabúskap og byrja að mjólka svona þess að hitta upp fyrir leikinn? Það ætlum að gera ekki á morgun, leikurinn er að kvöldi til, þannig að maður er alltaf vaknar og fer að mjólka kýrnar í fyrramáli. Já, náttúrulega. En hvernig er svona hérna athygllin þarna úti því að þetta er náttúrulega allt öðru segið það ekki körfubolti heldur en er spilar hérna á Íslandi? Jú, en ég kannski finna ekki fyrir meiri athygli en þannig, það er meira kannski lagt upp á körfuboltanum þannig að það er kannski svona eina. Já. En já, þú náttúrulega ertu það ekki bara átt heima svolítið á körfuboltavellinum í skólanum sem þú ert í? Jú, maður gerir volítið annað en að vera að læra í námsbókunum eða þá vera upp í íþróttahúsi að æfa annarkvort lyfta og styrkja sig eða bara vera á liðsæfingum eða skjóta eða hvað það fer allur manns tími í þetta. Já. En þú hefur alveg verið ófeiminn við það að fara þarna frá Brooklyn og þarna yfir? Já, ég vildi bara prófa eitthvað nýtt, ég var ekki að finna mig, þannig að þetta er bara tækifæri til að þroskast
sem persóna líka og það ég hef ekki sést þessi tækifæri, bara líður vel hérna. En nærðu eitthvað að fylgjast með körfuboltanum hérna heima fyrir á Íslandi? Já, ég fylgist með öllum leikjum og aukin umfyllina eins og körfuboltakvöldi og öðru, þá hefur maður að fylgjast mjög vel með og þannig að maður fylgjast rosa vel með. Og þá er það helst eða ekki Njarðvík? Jú, þá fylgjast maður mest með Njarðvík sko og svo aðeins verið að fylgja fyrstu deildarliðinu Þór Akureyri þar sem bróðir minn er að spila þar. Já. Og þeir eru bara konir í deild þeirra bestu núna næstu leiktíð? Já, þeir gerðu vel þetta ári og komið sér upp í deild þeirra bestu og ég lakka til að sjá þá á næsta ári hvernig það verður gaman að sjá það. Já. En hvernig svona leggst í því svona að þú spáir í úrslitakeppnina sem framöndan hérna í íslenska boltanum? Það er KR Grindavík, Keflavík, Tindastóll, Stjarnan, Njarðvík og Haukar Þór. Þór eitthvað að segja hvað lið fara í undanúrslitin? Já, þetta eru flest allar hörku rimmur. Ég held að svona auðveldasta rimma verði hjá KR-ingum að þeir eru búin að vera mjög samfærandi eftir áramót. En svo held ég Keflavík, Tindastóll verður eitthvað hörku rimma líka. Það sem ég myndi halda að Keflavík myndi fara áfram á þetta heimavallarréttinum, en svo Stjarnan, Njarðvík, þá hef ég trú á Njarðvíkingar tækja það. Já, auðvitað þínir menn. Mínir menn koma sterkir í úrslitakeppnina og Haukur koma tilbaka og ég held að þetta sé að smella hjá með nýjan kanna og svona. Svo er það Þór Haukar, ég held að Þór tækja það. Ég hef trú á mínum manni Einar Árna. Já. Hann leiði sína með til sigurs. Já, hann er nú heldur betur búinn að gera góða hluti fyrir okkur Sunnlendinga að hafa tekið við Þórsurum. Já, hann gerir góða hluti hvar sem hann fer. Það er bara þannig, hann hefur gert það hvar sem hann er. Hann er með betri þjálfurum á landinu og hann mun alltaf ná árangur sem hann er. Já. En aftur á þér, þú væntanlega það ekki farið á okkur NBA-leiki þarna með vart úti? Já. Þá datt hann út, en já, þá verður bara að hafa það. Við heyrum að sjálfsögðu aftur í honum Elvari seinna meir. 16. úrslitin hefjast á morgun hjá honum og það er þetta að fylgjast með þessu inn á ncaa.com. En þáttur kvöldsins verður ekki lengri að sinni. Ég ætla nú aðeins að koma inn á úrslit úr leikjum kvöldsins. Í ensku úrvalsdeildinni vann Leicester Newcastle 1-0. Það var Shinji Okazaki sem að skoraði mark Leicester á 25. mínútu og Leicester því halda toppsætinu með 63 stig, Tottenham Hotspur í öðru með 58 stig, svo kemur Arsenal í þriðja með 52, City í fjórða með 51 stig og West Ham United í fimmta með 49 og svo Manchester United í sjötta sæti með 47 stig. 8 umferðir eftir í ensku úrvalsdeildinni og þetta er mjög sérstök staða með hvernig staðan var í fyrra. En ég minni ykkur á leiki sem eru framundan. Það er úrslitakeppnin í Dóminusdeild karla hefst núna á fimmtudaginn. KR Grindavík og Keflavík Tindastóll, þessi leiki korter yfir 7. Svo á föstudaginn er það Stjarnan, Njarðvík og Haukar Þór Þorlákshöfn. Og svo er úrslitakeppnin líka einni í Dóminusdeild kvenna og það hefst að með minnir á miðvikudaginn. Haukar Grindavík, Stjarnan Valur og Snæfell Keflavík, þessi leikir hefist allir korter yfir 7. Svo er handboltinn hérna heima. Ég byrja að sjálfsögðu í fyrstu deildinni sem er svona næst manni hérna. Það er Mílan Fjölnir á föstudaginn í Vallaskóla klukkan 7 og svo klukkan 9 er það Selfoss Stjarnan strax eftir þann leik. Annars að öðru leikjum þetta föstudagskvöld í Digranesinu HK IH klukkan 7:30 og í KR heimilinu KR Þróttur. Nú í Ólfsdeild karla þá eru næstu leikir núna á fimmtudaginn. Klukkan 7 í Hersvöllin er Grótta Akureyri og klukkan 7:30 í Víkinni er Víkingur IR IBF Valur í Vestmannaeyjum og í ennin höllinni Afturhalding FH og í Framhúsum er Fram Haukar. Þessi leikir allir klukkan 7:30 og svo sunnudaginn í KH heimilinu er Akureyri IBVF klukkan 4. Fresta leikur frá því helgina vegna þess að Eyjamenn náðu ekki að koma sér norður út af veðri. Og svo er uppsættadeildin á föstudaginn í hestaíþróttum á Flúðum í Reiðhöllinni að gera kíkja þangað og margt annað framundan. Og svo eru líka leikir í undirbúningstímabili hjá knattspyrnuliðunum og það er hægt að sjá inn á KSI.is og ef þið klikkið beint inn á næstu leikir þá sjáu þið hvað leikir framundan eru. En ég heiti Gestur Farali, þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld
viðtöl úr þættinum er hægt að finna inn á Facebook síðu Sportáttarins og Suðurland FM inn á Sportátturinn mánudagskvöld og það verður komið inn strax í fyrramálið. Njótið vikuna sem framundan er. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Lili, látt ekki eins og sért ekki hérna.